Komið sæl og verið velkomin í Hvíta máva. Ég sótti næsta viðmælanda, ég sótti hann eiginlega út á Grenivík. Þar eru margir hvítir mávar fljúgandi. Hann vinnur þar sem framleiðslustjóri eða verksmiðjustjóri eða verkstjóri, ég veit ekki hvað að kalla það, hjá Gjögri, fiskvinnslunni á staðnum. Ægir Jóhannsson heitir hann og ætlar að spjalla við okkur á eftir. Ægir, ertu velkominn. Takk fyrir það. Á að kalla þig fiskverkanda eða hvað að kalla þig? Ég nefndi hérna í inngangi að þú getur verið margt í þessu eða hvað? Já, það passar sem allt sem þú varst að segja. Já. Og, en ég er sem sagt að stjórna hann þessu frystihúsi út á Grenivík hjá Gjögri. Búinn að gera það síðan 2010. Þá byrjuðum við. Kornungumaður? Já, kornungumaður. Ég var nú að detta á 50-aldurinn á síðasta sumar, en þannig að maður eldist nú eins og fleiri. Nú er það, þetta áttu við mig eða? Ekkert frekar. En sem verkstjóri eða framleiðslustjóri, hvert er þitt verksvið? Sko, það var sem sagt, það er eiginlega bara allt sem viðkemur þessu þarna út frá. Sem sagt, við byrjuðum þarna 2010 í janúar. Og þá var sem sagt búið að vera Brim hafði lokað frystihúsinu og hætt vinnslu. Sem var með það þar á þeim tíma? Já, og úa forverið þess. Og þannig að Gjögur kom að þessu verkefni og hefur rekið hérna myndarlega fiskvinnslu síðan 2010 og við byrjuðum 15 manns og vorum það til að byrja með og svo erum við 30 í dag og við höfum verið að fjárfesta þarna mikið í nýjustu tækni í fiskvinnslu og þannig að við erum mjög vel tækjum búin orðin á Grenivík. Já, og sko, mér langar til að tala um þessi tæki kannski, en sko, hvernig vinnið þið fiskinn? Í hvaða pakningar eða fyrir hverja eða? Já, við erum að vinna, við erum að senda út ferskan fisk, ferska þorsnakka, og erum að senda þá alla inn á Frakkland. Já. Og höfum gert alla tíð. Og þannig að það þarf að vanda vel til. Vilja Frakkar góða, feita þorsnakka? Já, eða vilja góða, hvíta, fallega þorsnakka. Og það er ekki hægt að gera þannig að maður verður með mjög gott hráefni. Og Gjögur gerir út 3 báta, það er sem sagt fjölveiðskipið Hákon sem er að frysta síld og makríl og þess háttar. Já. Og síðan eru Vörður og Áskell sem landa í vinnslunum til okkar. Eru þeir staðsettir þar þá eða? Nei, þeir landa sem út all land, en áhöfnar búa í Grindavík og við erum trukkum svolítið til okkar líka. Þannig að það er verið að landa Ísafjörður, Eskifjörður, Grindavík. Og ertu þá að sækja fisk til Ísafjörðar eða Grindavíkur til að vinna á Grenivík? Já. Hvers svona vit er þetta? Það er hellingsvit í þessu. Er það? Já, ef að miðin eru rétt hjá til dæmis. Já. Og þannig að við erum með þessa 2 báta sem landa hjá okkur og það þarf að vanda til vers og við teljum okkur vera að vanda okkur frá A til Ö og því að líftími þarf að vera góður á vörunni. Já. Því að þegar þetta fer frá okkur, þá fer þetta austur á firði og við erum að senda út með Norrænu. Já, í gámum þá eða? Já. Og í frauðkössum og brettum sem fer í gáma, í kjaldagáma og þessu síðan keyrt niður til Frakklands og fiskurinn er kannski orðinn frá, gegnum Danmörk? Já, þar niður. Og Danmörk og Þýskaland og allt? Já. Og yfir Ermarsundið? Já. Þannig að þetta átti að fara nokkra kílómetra þegar það fer frá mér og við eigum náttúrulega mikið undir með samgöngur. Já. Þessi vetur er nú búinn að spara manni mörg símtölin. Jaha.
Lítill snjór. Já, lítill snjór og þetta getur nú verið allsnúið stundum að koma fisknum á leiðarenda þegar það snjóþungt. Já. Og Grenivík nú eitt og sér ekki svona snjóléttasti bærinn á Íslandi, en alltaf því. Og við höfum lent í því hreinlega að fiskurinn hafi komist til Egilsstaða en stoppað þar og ekki komist niður á Reyðarfjörð. Já. Þurfti að taka hann tilbaka, pakka honum í aðrar umbúðir og Alveg heim? Alveg heim og pakka honum í flugumbúðir og keyrt hann svo aftur til Keflavíkur ef að veðrið að stríða okkur. Þannig að það er ýmis hamagangur í þessu. Og þú ert í þessu? Já, maður er í síman. Redda þessu eins og maður segir? Já, maður er í símanum. Meira og minna allan daginn. Sko, verður þau þá að gera það að þú segir þið pakkið þetta, skerið þetta niður og sendið þetta svo af stað, það er komið til Egilsstaða, kemst ekki til Reyðarfjarðar. Þýðir það þá að varan er eitthvað að breytast eða skemmast eða þið þurfið að taka hana heim, pakka henni í eitthvað annað? Já, það er því að skipið heldur sinni áætlun og skipið er farið. Og það fer ekki fyrir viku seinna, þannig að það gengur nú ekki. Er ekki hægt að geyma svona í frosti í viku? Þetta er náttúrulega bara ferskvara. Þetta er ferskvara og í kæligáðum? Já. Úps. Þannig að það er ákveðið líftími á henni, þannig að það er að koma henni til skila á réttu tíma. Og hvað gerið þið þá við fiskinn aftur þegar þið takkið hann upp að nýju? Þá setjum við hann bara í öðruvísi umbúðir sem fer að sérstaklega flugkassa. Til sama aðila? Já. Já. En þetta er nú bara undantekning þegar svona er. Já, en svona gerist. Svona getur gerst. Já. Já, svo getur verið bílar fastir með hráefni að koma til manns kannski og komast ekki yfir Holtavörðuheiðina eða eitthvað. Og þá þarf að hringja á sunnudagskvöldi í 30 manns og segja að það verði ekki vinna á morgun. Þannig að það er líf og fjör ef veðrið er slæmt. Þannig að þegar þú kemur heim á kvöldin, því að nú býrðu á Akureyri. Ég bý á Akureyri, og keyrir á Grenivík. Þegar þú kemur heim á kvöldin og eitthvað kemur upp á, þá ertu í vinnunni langt fram á kvöld. Já, stundum er það þannig, eins og ég segi, ef að veðrið er að stríða okkur. Og svo er svona, ef að veðrið er útséð með að veðurspáin er mjög slæmt, þá keyri ég til mömmu og fæ inni þar. Já. Þannig ég komist nú örugglega í vinnuna. Morguninn eftir. Já. Þannig að það er nú. En hvernig er maður bara spyr, sko, auðvitað eru ýmsir sem þurfa að keyra langt til vinnu og tilbaka, en hvernig er þetta? Þetta er ekki 40 eitthvað kílómetrar, hvað er þetta? Já, þetta er voðalega ljúft finnst mér og maður er að keyra heim að hagana og maður er bara sestur upp í bílinn og við förum hann fyrir 6 á mótnana, við erum 2 saman. Þetta er voðalega þægilegt og ef það er ekkert að færi, þá erum við hann rúman rétt hálftíma. Á þessum tíma, svona yfir sumartíman, er ekki bara gaman og fallegt að keyra? Rosalega fallegt oft á tíðum, alveg, meiri háttar. Já. Og svo sér maður náttúrulega allavega tegundir útlendingur leggjandi hingað og þangað svona þegar sumarið er komið og menn kannski kúlutjaldi nánast í vegkantinum. En það er ekkert mál að keyra svona á milli og ég fæ oft þessar spurningar frá fólki, sérstaklega suðvesturhorninu, hvernig ég nenni þessu nú. Svo fer maður nú að rabba meira við fólki og þá erum við nú bara jafn lengi í vinnuna kannski. Já. Úr Breiðholti og niður bæ. Já. Og þau eru kannski búin að ýta aðeins oftar á bremsuna og stoppa heldur en ég. Já. Þú ert frá Grenivík? Ég er frá Grenivík, já. Bjó þar, þar að flutti til Akureyrar þegar að lauk háskólanámi. Já. Foreldrar þínir? Það eru Guðný Sverrisdóttir. Sveitarstjóri fyrirverandi? Já. Sveitarstjóri þannig 27 Í mörg ár? Já. Og Jóhann Ingólfsson. Já. Og hann er kartöflubóndi í dag. Kartöflubóndi? Já. Ertu þá alinn upp, sko, við sveitarstörf sem strákur? Já, sem Gutti mamma er alltaf gorta sig að því að hún byrjaði að keyra traktor 7 ára. Já. Maður kannski verið 8-9 eða eitthvað, þannig maður náði nú kannski ekki alveg gömlu en það var strax, maður var tekið með í sveitina og var hann láta að gera eitthvað gagn. Og það var þá í sveitinni hjá, sko... Á Lómatjörn. Á Lómatjörn hjá afa? Já, Sverri. Já. Og þá vorum við með sauðfé líka og við erum ekki með það lengur. Pabbi og þeir og
Þannig að það var maður gott að því að vera í sveitinni maður. Já. Segir mann aðeins til syndana, Er og það að ekki? fá almennilegt uppeldi. Já. Hvenær, sko, hvað ertu lengi þarna út frá? Hvenær ferðu, sko, flytur í burtu? Sko, ég maður byrjaði náttúrulega að vinna á frystihúsinu kannski þegar maður var 14-15 ára. Já. Hvað svoleiðis, þegar maður fór að fá vinnu þar. Já. Og síðan kemur að því að maður klára 10. bekk. Og þá var stefnan að fara í verkmenntaskólann. Ég fór þangað og var var 2 vetur og leigði fyrri veturinn hjá frænda mínum. Og ég get alveg sagt þér það mér leiddist óskaplega þann vetur. Er það? Já. Varstu þá, já, þú ert ekki heima og... Já, maður var kannski maður var drjúgur með sig þarna á þúfunni heima hjá sér og svo kom maður hérna á Akureyri og maður þekkti engan og maður var einhvern veginn bara, maður beið eftir að komast heim helgar, sko. Já. Og hann ekkert að gefa sig að fólki heldur að reyna að kynnast í. Nú, akkur, þú ert nú ekkert feiminn. Jú, ég nefnilega leyni á mér, ég er svolítið feiminn, sko. Já. Það og get stundum tekið þá pól í hægina, vera ekkert að kynnast of mikið af fólki. Já. Það er bara að segjast eins og Þannig að það var gott að komast heim helgar. Já, svo keyrði ég á milli seinni veturinn og það var allt annað og þá ég búið með 2 ár í viðskiptafræði í verkmenntaskólanum og maður vissi náttúrulega ekki frekar en aðrir hvað maður langaði að gera. Já. Þannig ég ákvað að henda mér í fiskvinnsluskólann á Dalvík. Já, og þá kannski vegna þess að þú þekkti töluvert til þeirra vinnu. Já, bara svona eins og krakkar þekktu til þá. Og leist þér vel á það? Já, mér fannst þetta ekkert Unglingur og fiskur, fór það saman? Já, það var góð spurning og en ég fór þarna og kláraði skólann þarna á 2 árum. Já. Og var á heimavistinni á Dalvík og var svona samansett líka með þeim sem voru að læra stýrimanni. Já. Það var rosalega skemmtilegt fannst mér að vera á heimavist. Það var átti miklu betur við mig. Já, en varstu dugleg og lærður þú þá svona heima? Passlega mikið. Ég passaði mig að lesa alls ekki við mig. Það væri alveg á hreinu. Og gera ekkert of mikið, en passlega mikið. Já, en sko heillaði þessi skóli og þetta nám þig? Já, þetta átti bara vel við mig. Og, Hvað fólst í þessu? Bara allt sem að skera úr fiski, flaka fisk og verkun á fiski. Svona vinnsla almennt? Já. Og síðan kláraði ég skólan á Dalvík, þá ég verið held ég 20 og þá eru mannaskipti hjá útgerðarfélagi Akureyri út frá. Já, hjá Grenivík. Já, og þá ég 20 og þá þetta rekið undir deild Tjóa. Þá mér boðið að taka við sem yfirmaður út á Grenivík. 20 og þá held ég 40 manns í vinnu eða meira. Heldur að mamma hafi nokkuð verið að ráskast með það? Nei, hún kom ekki. Nei, ég segi svona. Ég trúi því ekki og Já, en þá varst þú búið meira skóla? Já, ég hugsaði með mér, maður alltaf kann ekki til maður í 20. Þó sér búið með komið eitthvað plagg í hendur. Þú lærir alltaf mest á því að fara að vinna við hlutina. Og það það sem ég búinn að læra þessu fólki og vinna með lengi út frá að vinna með því og þá tikkar í bankan hjá manni, sko. Já. Og ég var þarna í 3 ár eða 4 ár til 2000 og það var rosalega mikill skóli að vera þarna og vera með 40 manns í vinnu og það náttúrulega ýmislegt sem að díla við þar. Var þetta ekki allt fólk sem þú þekktir? Allt saman. Þetta voru frænkur minnar og bara allt fólkið sem ég þekkti. Hvað þessi strákpjakkur? Það nákvæmlega að fara að stjórnast í þessu eldra liði eitthvað. Þetta gekk nú ótrúlega vel bara og fólk var mjög almennilegt við mig með það, sko. Þú náttúrulega væntanlega hefur lært af þessu fólki líka sem að þarna hefur væntanlega verið búið að vinna lengi. Já, og það er það sem ég bý að enn í dag. Þetta fólk er náttúrulega uppalið í fiski
það ómetanlegt að hafa unnið með svona náið með þessu fólki, sko. Já. En þú ferð inn að skóla, fiskvinnslu skóla, lærir sem sagt meðferð á matvælunum sem slíkum, alla meðferð og annað. Lyktin, hvað segir unga fólki og fisklykt? Sko, verkun á fiski hefur náttúrulega, sko, ekkert sambærileg í dag miðað við, ég veit ekki hvað, nokkur ára aftur í tíma. Já, já. Hér varla og finnir fiskilyktin í frystihúsinu, sko. Já. Þetta allt glænýtt, kafísað, flottu frágangur. Þú ert náttúrulega bara meðhöndla matvæli. Já, já. Og mikla kröfur. Já, umgengnisreglur og gæðakerfi og þetta þarf að vera svona og svona. Og svo koma kaupendur og heimsækja þig og matvælastofnun og þannig að þú kemst ekkert upp með neitt slussagang, sko. Nei. En sko, við nefndum hérna í upphafi sko tækin, ný tæki og annað slíkt. Þetta bara þannig að þetta svona nánast leyserskorið eða vassskorið? Hvernig þetta? Segðu mér svolítið frá svona græjónum. Já, sem sagt þetta orðið, það nú, hérna áður fyrr þá voru aðalega náttúrulega konur í snyrtingu að skera fiskinn, beingarðinn úr fiskinum. Já. Og það svona svolítið lag. Það að skera flottan beingarð úr þorskflaki. Og hérna, nú búið að hanna ef við keyptum vél af Völku, Kópavogi. Íslenska vélar? Já, myndgreinir flakið og þá flakið og beingarðurinn og flakið allt skorið bara niður þá bita sem þú vilt með vaskurði. Og það sem konurnar gera á undan, þær fara og taka ormana og svona fara aðeins yfir flakið. Og blóð og þess aftur ef það og þannig að vinnan vil ég meina á snyrtingun orðin mun léttari. Þetta ekki orðið svona þú ert fljótar að þjálfa fólk í þetta. Já, af því að vélarnar taka við snemma. Já. En vélinn sker ekki eins flottan beingarð og góð kona í snyrtingu. Það verður aldrei held ég. Já. En nákvæmnin við viljum fá sker ákveðna bita, 80 gramma sporð eða eitthvað, þá skerum bara, 80 gramma sporð? Já, pluss mínus 2-3 gramm kannski. Já, það svo nákvæmt. Já. Og þetta það sem náttúrulega að koma alls staðar inn að það þessi nákvæmni í skurði á bitum. Og hérna áður fyrr, þá var ég komið áður en fengum þessa tækni í hendurnar, þá voru komið alls konar vöru í hendurnar sem var bara illseljanleg. Já. Að því að þetta var allt skorið í höndum. Já. Og þú sást náttúrulega ekki hvort að sporðinu var 80-100 gramm þegar þú varst að skera niður flakið, sko. Já. Þannig að þetta hefur gjörbreytt öllu hjá okkur. Já. Og þú getur skorið þá líka kannski bita á hnakka sem passa í ákveðna bakka sem fer þá beint inn í búðirnar. Þannig að þú kemst þá svona skrefi lengra inn á markaðinn líka. Ég fékk hnakka frá ykkur og það var slíkt lostæti að ég þarf að fá meira. Já, það skal ekki standa á því. Já. Hvernig, með sölumennskuna á það, kemur þú nálægt því? Hefur þú farið út til að skoða hvert þetta fer, hvernig þetta hanterað? Já, við erum að selja allt inn á, við seljum síðanst allan ferska fiskin okkar gegnum Iceland Seafood. Já. Og við náttúrulega erum ekkert stærstir í heimi, við gerum okkur alveg grein fyrir því, en við erum ekki með neina minnimáttakennd, við segjum það alveg líka. Já. Og við seljum allt inn á einn aðila í Fraklandi og ég er náttúrulega búinn að heimsækja hann 3 eitthvað og við erum svona bara að vinna þétt með honum og erum svona að þróa okkur áfram. Já. Hvað við getum gert betur og hvað við getum að fengið meira að borga fyrir. Já. Þannig að menn alltaf að reyna að hámarka það sem bara við fáum inn í húsi. Og þá gerir það hluta til með þessum vélum? Algjörlega. Nákvæmum vélum? Já. En þessi aðili sem kaupir þetta allt saman af ykkur í Fraklandi, hann þá dreifingaaðili til veitingahúsa eða þess áttar? Já, inn í stórmarkaði, Já, í sölu bara í búðum líka? Já, þetta fyrir Mikinn og Carrefour í Fraklandi. Já. Og þannig að þetta að fara í stórmarkaðin og allt þangað. Ekki gaman að koma inn í svona flotta matvöruverslun og það bara made in Grenivík? Já, ég hef víst ekki séð það. Ég meina gaman að, hefur ekki séð það? Nei, manni kannski finnst vant aðeins meira svona upp á,
veit ekki, markaðsmálin frá Íslandi, að sé svona meiri samstaða í þeim einhvern veginn. Já. Því að mér finnst stundum fólk, ef maður fer í sig fiskbor í Frakklandi, að maður er svona að reyna að biðja kassan eða eitthvað að sjá það, ef fólki veit varla hvað vöru það er að selja, hvort það er að selja norskan, þorsk eða íslenskan, sko. Já. Mér finnst það pínu svolítið vanta aðeins meiri. Já, í það. Já, meiri samstöðu og reyna svona að auglýsa Ísland meira aðeins. En er það ekki í rauninni mikilvægt að gera þetta þannig? Jú, mér finnst það. Já. Við getum alveg gert betur þar, held ég. Ægir, heldur þetta að ég ætti að stækka eitthvað hjá okkur? Er þetta bara frystihús í þessum stærðarflokki með þessum fjölda starfsmanna af því að þetta er í litlu þorpi norður í landi, eða? Sko, við höfum verið með þessari, sem betur verið þessari tækni, við verðum að gera eitthvað. Við vorum svona konir, það var svolítið erfitt að gera þetta allt í höndunum eins og við vorum að gera hlutina. En við höfum náða tvöfald afköstin með þessari tækni okkar og náttúrulega erum að hámarka flakið miklu betur. Minni afskurður Já, og þess aftar. algjörlega, akkurat. En það er sem ekkert aðalatriði að stækka mikið meira. Það er kannski að reyna að gera betur, reyna að fá meira fyrir vörurnar. Borðarðu fisk? Já. Mikinn? Nei, ég mætti borða meira. Er það? Já. Ertu hrifnari úr sveitinni eða ertu hrifnari úr lambakjötinu heldur fiskinum? Ég borðarðu bara pitsur? Ég borða þetta allt saman. Ég er náttúrulega svona gamaldags mat í mat, sko. Já. Og elska svona heimilismat, bara sífisk og kjötsúpur og allt þetta, sko. Já. En fjölskylda þín, kona þín, býr hún til, síður hún síðan fisk fyrir þig? Nei, það er alveg á hreinu og ég Hver gerir það þá? Það er mamma. Maður fer alltaf í mat til mömmu í hátíðinu. Já, þú gerir það? Já, það er 3 í viku og fer í mat til mömmu í hátíðinu. En hver er kona þín og fjölskylda? Herðu, hún heitir Ágústa Hrönn Kristínsdóttir. Hvað gerir hún? Hún vinnur á Hótel Kea. Hún er í launamálunum þar og við kynntumst í háskólanum. Já. Ég var ári á undan henni og kynnumst þar. Hvað varst þú að læra í háskólanum? Ég ákvað það árið 2000, þá langaði mig að mennta mig meira, þá fór ég í viðskiptafræðina. Og kláraðu það? Já. Þannig að þú ert líka viðskiptafræðingur? Já. Og hún líka viðskiptafræðingur? Já. Ganga viðskiptin vel á heimilinu? Það er svona allavegana. Allavegana. Já. Og hvað eigið það börnum? Við erum 2 stráka. Og hvað aldrei eru þeir? Þeir eru 7 og 10 ára. Hvernig líkar þeim í frystihúsinu? Það er voða spennandi að fá að koma með, sko, svona þegar sumarfrí eru að fá að líta henni í frystihúsið. Já. Það er svo að skoða þetta. Já. Það er svona svo finna aðeins svona fiskilíkt af manni svona aðeins þegar þið koma heim, þeim finnst það bara fínt. Já, var það? Já. En sko, auðvitað gerir maður ráð fyrir því að maður í þessari stöðu vinnur í fiski þó að þetta sé orðið svo fínt og hreint, en það náttúrulega er alltaf einhver fisklykt sem náttúrulega er ekkert vond lykt, sko. Nei. En þýðir það ekki að þú þarfst að strippa því á hverju kvöldi og fara í bað? Jú, að sjálfsögðu. Það er maður að skóla sér að það. Það er ekki saltlykt af koddanum þínum? Nei. Þannig að það er bara partur af deginum? Já, algjörlega. En þú segir að veturinn hafi verið góður? Já. Og sérstaklega vegna færðarinnar? Já. Það var mikill vinnuléttir í því að hafa veturinn svona góðan. Já. Unga fólkið á fiskurinn, eins og við vorum að tala áðan, á hvaða aldri er fólkið sem vinnur hjá þér? Það er svona eldri í kantinu, sem sagt fólkið. Það er meira af konum sem vinna við þetta? Já, það er svona 50-50. Já. En svona endurnýjunin er mest útlendingar. Það er endurnýjunin, unga fólkið kemur ekki? Það er ekki nema svona 1 og 1 sem er að hvíla sig 1 og 1 ár. Já, í skóla eða eitthvað? Já. Og svo náttúrulega koma sumarkrakkarnir í sumar. Já. En útlendingarnir sem koma, flytja þeir til Grenivíkur? Já. Og hvaðan, frá hvaða löndum er þetta fólk? Þetta er frá Póllandi. Mestmegnis eða? Já. Og við erum verið mjög heppin með Pólverja. Og við erum enn meiri hlutin enn og Íslendingar hjá okkur en þá í vinnslunni. Já. Hvað sem það verður lengi. Já.
En þetta nú bara ekkert önnur þróun hjá okkur. Þetta bara sama þróun hjá okkur eins og annars staðar. Eins og annars staðar? Já. Þegar ég hringdi þig til að fá þig til að koma að spjalla og vissi að kannski upptökutíminn okkar væri kannski ekkert endilega þægilegur út af vinnunni þinni, en þá varst í golfi. Já, já. Hver er forgjöfin? Herðu, hún er óþarlega há en hún er 22. Og ferlækandi? Já, það er stefnan allavega. Æfir þig eða ertu bara í þessu fyrir ánægjuna? Sko, ég bæði. Oftast hef ég... Ertu keppnismaður? Já, og ég byrjaði í þessu bara allt of seint. Ég er rosalega stirður. Stirður? Alveg hryllilega stirður og ég byrjaði ekki að slá gólfbolta fyrir ég var 20 ára. Já. Þannig að það vantar svona þetta fína í mann. Og konan segir ég sé alveg gólfsjúkur. Já. En já, maður reynir að henda sér upp á völl á kvöldin. En þér þykir þetta skemmtilegt? Alveg æðislega skemmtilegt og við spilum góðu félagskapur og spilum mikið saman hérna. En þetta er það tímafrekt að auðvitað eiga hjónin að vera þessu saman? Já. Er það ekki rétt? Það er svona, þetta er erfitt þegar þú ert ung börn. Já. Ég ætla ekki að en það er náttúrulega ekki verra ef þú kemur börnunum og konunni í þetta, það er náttúrulega alveg frábært sko. Já. Og það er bara, það er svona bara markmiðið. En svona önnur áhugamál? Ég náttúrulega ég sem yngri var maður var í hestum og maður náttúrulega spilaði fótbolta með Magna og allt þetta sko. Og ég sem ekkert, ég horfi á alla, ég er alæta á íþróttir, sjónvarpi. En svo horfi ég á fréttir og horfi svo bara ekkert á mikið meira sko. Á sjónvarp? Já, rosalega dapur að horfa á. Þetta er dapur frá sjónvarp? Já. Er það ekki allt í lagi? Jú, ég hugsa það. Já. Þú horfir á fréttirnar og fylgist með og... Já, maður reynir það. Já. Maður reynir það. Ég held að það sé bara ágætt hjá þér. Já, það er gott. En nú ætla ég að reyna að taka mynd af þér. Já, það gæti þurft meira en eina sko. Já, þessi kemur vel út. Ég held að ég þurfi ekki að taka fleiri. Þetta er hörku vel sjóð með greina. Ægir Jóhannsson, þetta er kærlega fyrir. Takk fyrir.